Komið þið sæl. Hugsanlegt að dreifbýlið heyrist nánast sögunni til eftir nokkur ár og að flestir landsmenn verði búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Þetta og fleira ætlum við að ræða við Sævar Kristinsson sem sérfræðingur hjá KPMG. Sævar, þið sérhæfið ykkur svolítið í að skyggnast inn í framtíðina og búið til svokallar sviðsmyndir. Út á hvað ganga þessar sviðsmyndir? Sviðsmyndir ganga út á það að reyna að velta fyrir sig hvernig framtíðarþróun getur verið í því viðfangsefni sem við erum að taka fyrir hverju sinni. Við reynum að skoða drifkrafta sem hafa áhrif og sjá hvað sem okkur líka betur að hvernig þróunum getur verið í viðkomandi málefni. Hverjir það sem að nota þessar sviðsmyndir til þess að horfa til framtíðar? Það nú bæði stjórnvöld, það sveitarfélög, fyrirtæki og stofnanir allskyns og hann svolítið gaman að þótt að þetta reyndar ekki alveg ný aðferðafræði. Við kynntum þessa aðferðafræði á Íslandi 2005 í fyrsta skipti. En þá þetta samt sem að þetta mest notað aðferðafræði til dæmis erlendis til þess að sjá fyrir framtíðina og sjá áður með að fara í áætlanagerð eða áhættugreiningar eða stefnumótanir eða slíkt. Og þá þetta mest notað aðferðafræðin til þess að undirbúa slíka vinnu. Þannig menn fari ekkert í að móta sér stefnu og á þess að vita hvernig menn sjá fyrir sig að framtíðin geti litið út. Maður farin að heyra þetta hugtak og oftar í fjölmiðlum og í fréttum sviðsmyndir. Já, það sviðsmyndir hjá okkur, við þýddum orðið scenario planning sem sviðsmyndir, enska orðið scenario planning, enska orðin. Það öllum orðið tamt að tala sviðsmyndir í dag og tala sviðsmyndir þetta og hitt. Oft á tíðum reyndar þetta eiginlega valkosti sem að velta upp og ekki kannski alveg samkvæmt aðferðafræðinni en það svo sem allt í lagi aðalatriði það að fá menn til að hugsa til framtíðar og fá menn til að að segja ekki, bara taka ekki ákvörðun út frá deginum í dag heldur að reyna að taka ákvörðun út frá hvernig menn sjá fyrir sér að hlutinni geti orðið. En staðan þannig hjá okkur Íslendingum til þessa að við höfum ekki verið að stilla þessu sérstaklega upp í einhverja sviðsmyndir dökkar og svo aftur bjartsýnar, heldur bara þetta reddast? Já, það var svolítið gaman þegar við byrjum að kynna sviðsmyndir á Íslandi, þá fundum við þetta að Íslendingum var miklu tamara að tala fortíðina. Við erum söguþjóð. Og ykkur orðaði með þess að þannig svo skemmtilega það svo erfitt að gera áætlanir sérstaklega framtíðina og það sérstaklega erfitt til dæmis líka að búið til spáið það með sviðsmyndum með slíku hvernig framtíðin getur litið út. Það miklu auðveldar að rýna hvernig fortíðin leit út og þá fór menn vildum að segja og við getum búið til bjartsýn og svartsýna sviðsmyndi en það ekki akkur það sem tikkar því að aðalatriði að gera sér grein fyrir hvað drifkraftar hafa áhrif á þig og hvernig getur það þróast og það sem dökkt fyrir einn getur verið bjart fyrir annan og það það sem kannski við erum alltaf að reyna að segja einn stöð annars brauð þannig að í öllum okkar sviðsmyndir sem við höfum búið til það orðið nokkur hundruð eða 200 stóra sviðsmyndir fyrir stjórnvöld og sveitarfélög og stofnanir fyrirtæki þá erum við alltaf að gera í því að segja ef þetta slæmt fyrir einhvern einn en þetta ekki gott fyrir einhvern annan. Við ætlum að tala búsetu þróun, hvernig landið lítur út hugsanlega árið 2040 en staðan allavega á Íslandi í dag þannig að það fjölgar meira á höfuðborgarsvæðinu heldur en í öðrum landshlutum. Já, það nú reyndar, ég held ef ég maður rétt að þá fyrsta árið sem dró úr þessum mun, eiginlega fóru fleiri út á land heldur en til á höfuðborgarsvæði var í fyrra. Ég veit ekki alveg hvernig þetta ár mun koma út en staðreyndin svo að 85%, það var tölur sem ég var að sjá núna bara fyrir stuttu, þá var 85% landsmanna búa á innan við 100 kilometra fjalla frá höfuðborginu og höfuðborgarsvæðinu. Og það svolítið hátt hlutfall, ég held að það sé alveg virðið með að aðilar, bæði stjórnvöld og íbúar þessa landsreynda bara almennt gera sér grein fyrir tækifærun sem að felast í að búa í einu dreifðari byggðum. Það ekki allt fólk í því að vera bara á höfuðborgarsvæðinu.
En þegar þið eruð að stilla upp þessum sviðsmyndum og svona spá og rýna í framtíðina hvað varðar búsetu þróunina, þið væntanlega takið þá viðtöl við fjölda fólks sem að þá viðhorf ykkar viðmælanda hafa áhrif á hvernig sviðsmyndina koma til með að líta út á endanum. Já, og við tökum viðtöl í svona vinnu, þá tökum við viðtöl við marga, við heldum svona vinnufund og gerum kannanir og allt það og drögum svolítið fram mitt þannig með ýmsum hætti svona hvernig menn sjá fyrir sér framtíðina. Við reyndar neyðum menn svolítið til síðan sem þegar við vinnum þetta nánar, þá neyðum menn til að hugsa svolítið út fyrir boxið. Við segjum gjarnan ef þú átt auðvelt með að hugsa einhverja tölu frá 0 til 10, þá fyrir við niður í -5 og upp í +15. Þannig að við reynum að gera svolítið öfgakennt, stundum vera svolítið öfgakennt svona í vinnsluferlinu. Hins vegar staðreyndin svo að það fátt sem að okkur finnst öfgakennt í dag sem að getur ekki gerst innan örfár ára sko. Eitthvað sem að við teljum að, eins og við nefndir árið 2040 geti gerst, að þá er það bara hér bil í kallfæri. Og sko til dæmis í skipulagsmálum, þá þurfum við að hugsa sko miklu lengar fram í tíman. Ef við erum að reyna að fá einhver svona stór fyrirtæki til að koma til landsins, þá þurfum við að hugsa sko mun lengar fram í tíma til þess að það bara borgi sig að fara að fjárfesta einhverja milljarða kannski með í einhverju uppbyggingu. Þannig að við verðum bara að venja okkur á það að hugsa lengar fram í tíman og vera svona opin fyrir því svona hvað getur gerst sko. Í einni sviðsmyndinni sem að ég naut í ykkar skýrslu, þetta 2 sjúkrahús á landinu 2040. Já, það geti alveg gerst. Það er reyndar alls ekkert fáránlegt sko. Það verður þá væntanlega eitt í Reykjavík og annað hugsanlega þá á Akureyri eða hvernig það væri. Ég held að sko, ef við bara bökkum sko einhverja 10 ára tilbaka, þegar þá var sko hefur þróunin sko verið svo hröð, til dæmis í fjarlækningum og alls kyns hlutum, að það getur vel verið með svo sko að það verður komið kannski ennþá færri sko sjúkrahús í framtíðinni heldur þessi 2. Það kannski verður bara 1 stórt og svo verður við bara með góða tengingar út í umheiminn sko, ég veit það ekki. Það er, en svo getur þetta líka fjölgað vegna þess að svo þetta er þjóðina eldast og kannski vera þá öðruvísi sjúkrahús sko, sem að taka á öðruvísi sko sjúkdómum eða viðhaldsverkefnum á mannskepnunni, sem getur sagt. En þegar þið eruð að stilla þessu öllu saman upp, ef að við ætlum okkur að byggja landið allt, hvaða þættir eru það þá sem að hafa mestu áhrif? Það eru væntanlega þessi svokölluðu innviðir eins og til dæmis góða samgöngur. Já, það eru, ég held að samgöngur séu líklega sko stærsti þátturinn mitt í því að viðhalda dreifðum byggðum. Auðvitað fjarskipti, það hefur skipt gífurlega miklu máli og auðvitað tengir svo þessi samgöngur og fjarskipti oft tekið svona saman. Það er auðvitað öll þessi nær þjónusta sem að það þarf að vera skólamál og allt slíkt og sjálfsög aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Það er ýmsir svona þættir, en svo er þetta bara sko tækniþróun er farin að vera miklu meira einmitt í umræðinni. Sveitarfélög til dæmis þurfa að spá einmitt í líka sko þetta samfélagslega dæmi, það sem birtan, eins og maður segir stundum, það sem birtan kemur innanfrá. Það er sko, sólin er góð sko og allt það, en stundum þarf maður líka að nærast af sko anda hvers annars. Það sem að menn einmitt eru með alls kyns starfsemi, leiklistarstarfsemi, menningarstarfsemi og slíkt. Og menning ekki hvað síst og bragur í hverju sveitafélagi er alveg gífurlega mikilvægur því að okkur langar ekkert að flytja með eitthvað stað þar sem við höfum kannski nóg að gera en er engin menning. Það er ekki, ef það er engin sko listræn þjónusta eða neitt slíkt, það er ekkert sérstaklega skemmtilegt til að hugsa sér til framtíðar. Ertu þá að höfða til þess að það verði það sé mjög mikilvægt að búa þannig hnútana að fólkinu líði sem best og það sé góður mórall á viðkomandi svæði? Já, það er bara alveg klárlega málið. Mér finnst gaman að vitna í það sem að er haft eftir Churchill í stríðinu, sko, þegar að menn sagði að þyrfti að skera niður í menningarstofnunum til dæmis í Bretlandi og því að þeir ætti ekki nóg mikið af peningum út af stríðsreksturinn kostaði mikið.
og þá orðan þannig sko, til hvers erum við þá standi í þessu stríði. Þannig að það ekki bara þessi svona hluti sem að blasa við eins og maður segir, samgöngur og allir þessi þættir, en það er líka þessi innviðir aðrir eins og menningar, bragurinn og allt þetta sem maður þarf að hafa í huga sko. En hvað með gamla góða Hrepparíginn þá? Já, hann er auðvitað vissulega til staðar og menn eru ennþá að halda í hann sé ekki hvað síst allan að maður fer á tilfinningastundu þegar maður er að tala sameiningu sveitafélaga sko, að ég held hins vegar að hann fari minnkandi og það tilfinning okkar sko, að sko, það orðið svo mikið samstarf á milli til dæmis sveitafélaga og það eru komin að kynslóður á yngri börnum sko, sem er að æfa fótbolta eða íþróttir saman þvert af á sveitafjölu og samanst í lið og slíkt. Þannig að það að verða til kynslóð þar sem að sko, gamli góði Hrepparígurinn sko, eins og maður segir, að hann mun smátt og smátt svona deyja út sko. En hversu öflugur og hvað hefur hann að segja þessi Hrepparígur ef maður til dæmis hittir einhvern frá Patreksfirði þá ekkert ólíklegt að hann segja ég vestfirðingur en ef ég hitti einhvern sem að ég býr á Norðurlandi vestar af ég Blönduósingur. Já, þarna erum við nefnilega að setja sko sveitafjölinu og íbúa þeirra svolítið flokka eftir landslutum og segja, eins og segir, vestfirðingar, þeir eru alveg sama hvað þeir koma, þeir eru vestfirðingar. Það einna helst, sko, þetta gott dæmi, að sko, Norðurlandi vestra ertu Skagfirðingur eða húnvetningur, sko, en svo samaneftur reyndar þar menn mjög mikið til dæmis sko áhuga sinn á hestum og góðum söng og slíku, sko. Þannig að það alltaf eitthvað sem að svona sameinamenn sko og tekur tíma að kannski að finna það stundum en ég held að þegar uppi staðið og menn farið með þetta sko að flæða meira á milli eins og menn gera með bættum samgöngum eins og í dag þá mun gamli góði Hrepparígurinn hann mun bara fara sko. En þetta tal sem sagt keppni milli landshlutanna við þekkjum það öll sem mun hvernig umræða skapast þegar til dæmis verið að flytja stofnun út á land þá hefst alveg allsherjar slagur milli landshlutanna hvert þessi stofnun á að fara en það kannski þannig að við séum í raun og veru kannski bara í meiri samkeppni við útlönd? Já, sveitafélög í Íslandi, þau sko, held ég að séu vaxandi mæli með að skilgreina sig frekar með því að við viljum að búa til og nýta okkar styrk. Það sem ég hef verið að vinna til þess og kollega mínir á KPMG og verið að vinna mitt út land alltaf, þá eru að hjálpa sveitafélögum að draga fram það sem þeirra svona sérstæðast, þeirra styrkur og það miklu frekar heldur að keppa við hvert annað. Þá erum við bara að byggja upp góða innviði í öllum þessum sveitafélögum og þau eru að vinna saman í því gegnum landshlutasamtökin eða gegnum samtök sveitafélaga og þau eru að þara samanast í því að hafa rödd gagnvart ríkisvaldinu og krefja svona ákveðna svona bæði innviða frá ríkinu, hvort það heitir vegir eða heilbrigðisþjónusta eða samgöngur aðrar og menn fatta það ef að við þetta gerist eins og gerist svolítið eftir hrun sko þá föttum menn svolítið að við varum að keppa við til þess sveitafélög í Noregi miklu frekar heldur en við hvert annað og eða Danmörk og við þurfum bara í dag þurfum að hugsa til framtíðar til að tryggja það börnin okkar sem fara kannski og læra jafnvel ykkur að hluta sinni menntun erlendis að taka hluta sinni menntun erlendis að til að tryggja að þau komið tilbaka þá þurfum við bara að búa hérna sko bara gott umhverfi og samfélag til að búa og það eru sveitafélögin það eru þetta sko í farabróti myndi það vera og þá þurfum þarf það ekkert endilega að vera bara á höfuðborgarsvæðinu sjálfsögðu heldur bara út allt land og lykilatriði við okkur auðnist að greina okkar sérstöðu. Það ekkert endilega sama sko sem við notum á Akureyri eða á Austurlandi. Það sko á hvert sveitafélag, ég svona oft sagt að ég væri svona farandráðgjafi, ég vinna út allt land alveg og ger það. Mist bara það verður mín forréttindi í lífinu að fá að vinna með dreifum byggðum út allt. Og lykilatriði ef maður fær menn til að skilja sérstöðuna á hverju sko samfélag, hverju byggðarlagi, þá fara menn að blómstra.
Ertu þarna að tala mikilvægi þess að skapa þannig andrúmsloft að það íbúarnir verði einn liðsheild? Já, þá akkurat gerist það, þá fer að gerast og þá fara að laðast að fleiri sem að vilja mitt koma að vinna með mönnum mitt á því sviði, hvort sem á atvinnulega eða samfélagslega eða hverju svo sem það og það eru það er svo gaman að taka eftir breytingunum sem hafa orðið, eins og til þess hér á Akureyri, sem við erum staddið núna í höfuðborg Norðursins. Það sem að háskólinn hefur haft alveg gífurlega mikil og jákvæð áhrif á alla menningu og allt umhverfið og fólk vill flytja hingað einmitt út af slíkum þáttum. Það er svona, og þetta gerist erlendis og við erum oft að horfa erlendis, þá erum við að horfa til Silicon Dalins í Bandaríkjunum, menn vilja fara þangað, menn vilja fara eitthvað í tæknimál, hvert viljum við fara á Íslandi með vilja tala við eitthvað sem varðandi tækni. Við erum að tala þar til þess eins og í sjávarútveginum að þá erum að tala svo ég tæki bara sem dæmi. Tvö af þessum fremstu eða stærstu tæknifyrirtæki þar Marel annars vegar í Garðabænum eða 3X Stál og Akranesi. Bæði þessi fyrirtæki draga til sín fólk með ákveðna sérþekkingu. Nú Siglufjörður er búið að byggjast upp líka sem sé fyrirtæki í sambandi við ákveðin sem bæði genadæmi og slíkt og þekkingu mitt á svona ýmsum þáttum sem að fara að laða fólk þangað og þetta gildir út all land og bara líkilegt að menn fatti það bara sé ekki alltaf eftirminnilegt mitt hana því að byrjaði að vinna með Suðausturlandi við Hornafjarðarsvæðinu að þá var Vatnajökull svo sjálfsögður að menn áttu sig ekki á því hvað hann var stórt aðdráttarafl fyrir svæðið og svo var búin til klasi sem að heitir Í ríki Vatnajökuls. Það var bara þegar menn föttuðu bara að sjálfsögðu. Það er þetta að kveikja neistann. Já, það er ótrúlega gaman að upplifa Akranes til dæmis er mjög gott dæmið það sem að Akranes var nú ekki mjög sérstaklega þekkt fyrir ferðaþjónustu en allt í einu eru margir farnir að tala ég heyri allan í mínum ranni margir farnir að tala að menn verða að fara á Akranes til að fara í Guðlaugu og upplifa að sitja í flæðamálunu og heyra ölduganginn og allt það og í leiðinni fara með þá annað, fara þá á kaffihúsin eða bakarí og fara að skoða vitan og allt það og allt í einu bara Akranes orðin bara virkt samfélag bara í ferðaþjónustu og sjálfsögðu eins og ég nefndi á henni eru líka í fleiri svona tæknimálum og eru að gera margt gott eins og fleiri svæði á landinu. Samfélag geta gert út á ákveðna þætti, við vorum að tala heilbrigðisgeirann. Stykkishólmur var til dæmis mjög og hefur verið gegnum tíðina mjög þekktur fyrir til dæmis heilbrigðismál á sínu svæði og svona við getum tekið bara all landi og raki bara hvað menn að gera á hverjum stað. Við erum að tala á Vestfjörðum til dæmis varandi þróunum mitt úr fiskafurðum og sérþekking á fiskeldi og svo framvegis og framvegis. Það er óbúslega gaman að upplifa. Húsavík með sjávarbyggðin svakalega svona flott aðdráttarafl sem orðin til og svo lykilatriði að fara að draga mitt upp og hvernig getur þetta þróast? Hvað getur gerst ef við gerum eitthvað eitt og hvernig getum við náða að búa til svona spin-off eða búa til svona viðbóta dæmi sem að fleiri geta komið að og allt það, ekkert endilega bara í ferðaþjónustu heldur líka jafnvel í tengdum greinum viðkomandi þátt sem er svona okkar styrkur. En ég hlutverk þá til dæmis sveitarstjórna fólks, hvernig getur sveitarstjórna fólk kveikt undir íbúunum og búið til þennan nesta og bara gjör breytt andrúmsloftinu á tiltölulega skömmun tíma? Já, það er með því að draga að þá aðila, fyrir að fyrsta, myndi ég segja, lykilatriði fyrir allir að fá menn til að hugsa svolítið í sömu áttina. Og ef við ætlar að hugsa í sömu áttina þá þarftu að fá menn til að hugsa til framtíðar. Ég segja aldrei nógu oft, það er mín ástríða í lífinu að fá Íslendinga til að hugsa til framtíðar. Og leið útkomið það, þá opnar fyrir ákveðna svona framtíðarsýn sem að menn geta svona séð sig alveg hreint inn í. Og það það sem sveitarfélögin eiga að gera og ég fengi að vera svo heppinn að fá að vinna með fjölda sveitarfélag bæði gegnum sem ég starf með hjá KPMG og eins þar sem við tengjumst framtíðarsetri Íslands sem svona mikið með í svona framtíðarverkefni líka að vinna með sveitarfélögum hvort sem á Vestfjörðum eða Vesturlandi eða Reykjavík eða fleiri stöðum og hjálpa mér að gera sér grein fyrir hvernig hlutirnir geta þróast og þá fara
laðast að ungt fólk eða ekki sagt ungt fólk á öllum aldri því að fólk er að fara að elda svo miklu betur en það er ungt fólk á öllum aldri sem getur að fara að laðast á sig, heyrðu, ég bara kveiki alveg á þessari sviðsmynd, þarna getum við gert eitthvað í þessu og þá er að sveitarstjórnaraðilarnir einmitt að segja, ok, við ætlum okkur einmitt að reyna að stefna í aftur, reyna að nálgast ákveðna sviðsmynd og setja okkur stefnum það og þá kveikjar eldana undir. Reykjavíkurborg til þess að segja, margt sem ætti að segja höfuðborgina og eitt af því sem hefur gert velið til þess er í ferðaþjónustunni sem að hún fór um þetta í að búa til umgjörðina og láta vita við ætlum okkur að fjölga viðburðum, við ætlum okkur að gera svona hinn og þá væri það til svona, þá koma aðilar og segja, heyrðu, við mögum halda hérna svona hátíð, hvort sem er gay pride hátíð eða aðra þætti sem eru, sem laða sín að fjölda, jáfnvel 20.000 manna. Þarna ertu að tala sjálfbærni. Já, og bara að kveikja sveitarfélagi kveiki eldana, kveiki neistaninn sem við tölum áðan og gera verkum að þá fara íbúarnir og atvinnulífið, þá fara þeir að vinna með. Sveitarfélagi eiga ekki að vera að standa með því að reyna að gera allt sjálf, heldur þau að vera svona aflvaki breytinga og gera verkum að menn séu svona menn og fyrirtæki og stofnanir þau vilja vera með þannig að það sem þessi kraumandi pottur og er látið vita af með sveitarfélagunum. En er það þannig kannski að sveitarstjórnar fólk og pólitíkusar á landsvísu hugsa bara í kjörtímabilum til 4 ára? Já, það var svoleiðis. Ég skynja núna breytingu, auðvitað er það ennþá svoleiðis hjá ýmsum en ég skynja núna breytingu til dæmis, sem dæmi mitt Reykjavíkurborg bjó til sviðsmyndir núna fyrir áætlanagerðina sína sem að voru mitt í núna síðasta haust og bjóku til 4 langtíma áætlanir í fjármálum eftir mismunandi sviðsmyndum og þess vegna gátu þeir til dæmis komið núna við fall WOW. Þá var bara viku seinna þá birti fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar bara tölum það hvaða áhrif þetta myndi hafa á fjárhag borgarinnar. Þannig að menn gátu strax brugðist við, þannig að menn voru ekkit hissa á sem við þurfum aðeins að skoða þetta og þó voru menn ekki búnir að segja að þetta myndi gerast með fallesa ágæta flugfélags heldur menn bara segja ef eitthvað slíkt myndi gerast og segjum gjarnan ef þú ert búin að undirbúa undir jarðskjálfta þá ertu búin að undirbúa líka undir eldgos eða eitthvað aðrar sem sé náttúruhamfarir en þú ert líka nefnilega að gera tilbúin. Það er ekkert grátlegra heldur en að koma mitt inn í eitthvað samfélag eða fyrirtæki sem hefur mist af lestinni vegna þess að voru svo mikið að rýna bara núið og fortíðina greindu ekki tækifæri framtíðarinnar. En það sviðsmyndir sem að þið hafið svona sett upp varðandi búsetu þróunina. Bjartsýnasta myndin, hún segir að það bara lítið nokkuð bara bjart út hvað það varðar allt saman. Og hvað þarf þá til? Það er alltaf mismundi til þess að vísar í sviðsmyndarnir sem við unnum fyrir byggðastofnun framtíðar búsetuþróun á Íslandi að það voru 4 sviðsmyndir. Ein þeirra sagði bara að það yrði samþjöppun í ákveðna þéttbýliskjarnan, sérstaklega höfuðborgarsvæðið og það er örugglega mörgum líkar það bara ansi vel finnst það bara fínt. Meðan önnur sviðsmyndir og aðrar sviðsmyndir sögðu hvernig það geti orðið dreifðari byggð og jafnvel marg svona mikil efling hinna dreifðu byggða út allt land og það er örugglega mörgum sem líka það líka rosalega vel og það hendar hvort ekki hendar mismunandi markhópum örugglega aðalatriði fyrir okkur er að draga fram þessar sviðsmyndir þannig að samfélögin sveitarfélögin og ríkisstjórnina sjálfsögðu ríkisvaldið geti sagt þér, ok, við tökum núna okkar stefna verður það að byggjum þetta upp til að komast í ákveðnar sviðsmyndir. Ef það er stefna stjórnvalda að fækka það sé að styrkja þéttbýliskjarnana þá er það bara ákveðin ákvörðun, við getum verið sammála og ósammála því. Eða ef við segja við ætlum okkur að styrkja hérna dreifðu byggðir, þá er það líka bara ákvörðun sem við getum verið sammála og ósammála en það er allan að komin ákvörðun og það er komið við skynjum með sviðsmyndunum, þá getum við sagt hvort sem okkur líkar betur að vera, þá stefnir alltaf í það við sem að fara í ákveðna átt. Og lykilatriði að við skiljum þá ástæðurnar fyrir því þegar menn taka við erum komið ákveðna stefnu
og við erum með þessa stefnu vegna sem við sjáum fyrir okkur langar að komast sko í ákveðna sviðsmynd. En vegna þessi hversu fámenn við erum, efnahagslífið, það þó nokkuð fjölbreytt þannig lagað séð, en er þetta kostur þegar verið að búa til svona sviðsmyndir, það er það kostur að við erum líklega nokkuð svona sveigjanleg í öllu, erum fljóta aðlaga okkur að ýmsum þáttum sem uppkoma? Já, þetta eru mönnið að þurfa að breyta ef það gefur ekki á sjóin eða ef það er rigning eða rok eitthvað, þá erum við bara tiltölulega svona fljóta aðlokkur sko. Sýndi sér reyndar myndi í kjölfar efnahagshrunsins hvað við vorum ótrúlega aðlögunarhæf. Það var svolítið gaman mitt frá að segja, þetta er ekkert gaman að efnahagshrunin en strax eftir efnahagshrunin þá kom bæði aðilar eins og Reykjavíkurborg og ríkisvaldið til okkar og sagði við erum núna með fullt af spurningu sem við þurfum að svara og við þurfum með stóra ákvarðanir sem við þurfum að taka en við vitum ekki hvort að þessar ákvarðanir eru svona skammtíma ákvarðanir sem að standast ekki í tímans tönn eða hvort að muni sem sé lifa framtíðina sko, hvort að þessi réttar ákvarðanir sem að taka í dag svona til að bjarga okkur til lengri tíma. Og við fengum að búa til sko sviðsmyndir bæði sem sé fyrir ríkisstjórnina og ríkisvaldið og eins og ég tekst dæmi fyrir Reykjavíkurborg svo nefnir sem dæmi auk fleiri aðila og það var svo gott að sjá að þá ertu miklu meira þú ert miklu meira sko tilbúin til að geta varið þína ákvörðun. Við erum að fara í þess átt vegna þessum og það skilja það allir. Það er svo margir að taka þátt í svona vinnu að skilja það allir sem sé haga aðilarnir. Af hverju þú tekur ákvörðum stjórnvöld eða sveitafélög taka ákvörðun það að fara í ákveðna átt og þess vegna er svo gott til dæmis núna því að það er mikil umræða sameiningu sveitafélaga að menn beri gæfa til þess að setjast niður og segja eigum við að sameina þetta sveitafélag og eitthvað annað að menn beri gæfa til þess að segja stoppum aðeins við og búum til sviðsmyndir það hvernig framtíðin okkar getur litið út. Bjóðum ekki íbúnum okkar upp á það að þau eru að taka ákvörðun út því hvort að þú sért hérna í þægurum góðunum stól núna og líði bara vel eins og sletti á ensku í comfort zone eða svona þæginda rammanuðinu sko vegna þess að það er ekkit víst að það veri í framtíðinni sko svo staða. Það er sko framtíðin getur verið allt öðru og getur verið allt öðru sem að börnin okkar vilja hvernig samfélag þau vilja vera í sko. Þau vilja ekki endilega vera í sama samfélagi þar segja með sömu kröfur eins og afi og amma eða pappa og mamma. En þú sem sagt ráðleggur sveitafélögunum þá ekkert sérstaklega að sem sagt bara hafa mottóið þetta reddast? Nei, þetta reddast þetta alltaf sko. en við erum að segja það að lykilatriði er það að menn staldri við og segja hvernig getur hlutinu þróast, hvernig verða tæknimál, hvernig verða innviðirnir, hvernig verða kröfur nýrra kynslóða, hvernig verða öldrunamál og allt það og miklu frekar heldur en að fara bara í að rýna hvernig er efnahagsreikningurinn í dag og við eigum meira peningum heldur en þeir eða þeir eiga meira peningum en við sko. Það skiptir bara engu máli því að það er ekkert lýsandi fyrir það hvernig framtíðin getur litið út eftir 20, 30, 40 ár. Sævar Kristinsson, sérfræðingur hjá KPMG. Þakka þér fyrir komuna. Já, takk sem þess.